Til máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti. Mér sýnist að nú sé að ljúka umræðu þessa þingsályktunartillögu og málið sé að á leiðinni inn til utanríkismálanefndar til frekari skoðunar. Hér óskað heimildar til þess að leiða til lykta samningaviðræður á grundvelli hinna sameiginlegu viðmiða sem að liggja til grundvallar samningaviðræðum sem að fara síðan af stað í kjölfarið. Og voru, eins og fram hefur komið í umræðunni hér í dag og reyndar áður, grundvöllur fyrir því að greiða fyrir afgreiðslu lánsins frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Það auðvitað mjög áberandi hér í umræðunni að þátttakendur í henni þeir telja sig sjá það fyrir svona eftir á að það hefði verið hægt að fara aðrar og skynsamlegri leiðir sem að hefðu verið líklegri til þess að valda íslenskum skattgreiðendum minni byrðum heldur en sú leið sem að hér hefur verið farin eða sú leið sem að málið hefur ratað í. Og það vísað til að mynda í lögfræðileg álit í því samhengi. Ég held að það sé afskaplega mikil einföldun á þessu máli öllu saman að telja það í raun og veru að það hafi verið valkostur fyrir íslensk stjórnvöld að standa stíf á lögfræðilegri túlkun og halda henni til streitu, jafnvel fyrir dómstólum, hvort sem að það væri á alþjóðlegum vettvangi eða hér heima fyrir íslenskum dómstólum. Vegna þess að ef menn ætla að fara út í þann debatt, ef menn ætla að fara að taka þann slag, þá verður menn líka að vera tilbúin til þess að tapa því máli, ef á það myndi reyna. Og þeir sem að tala fyrir því að þá leið hefði átt að velja, þeir auðvitað eru tilbúin til þess að gera það svona eftir á vegna þess að þeir geta gefið sér það í umræðunni að við höfum sigrað þá lagaþrætu. Það fínt að gera það í dag vegna þess að það liggur fyrir að sú leið verður ekki farin. En eru þeir hinir sömu þá tilbúin til þess að fallast á að við myndum þá taka herkostnaðinn af þeirri ákvörðun ef að niðurstaðan yrði okkur í óhag? Það er alveg ljóst að sú leið sem að valin var og sá farvegur sem að málið í núna mun alveg örugglega skila okkur hagstæðari niðurstöðu heldur en við höfum fengið með því að láta reyna á rétt okkar og ef við höfum síðan mögulega tapað þeirri þrætu fyrir dómstólum. Það er alveg öruggt. Þess utan er það auðvitað líka afar líklegt eins og fram hefur komið hér meðal annars í máli hæstvirts utanríkisráðherra að á meðan að málið var í slíkum farvegi að þá hefðum við ekki fengið fyrirgreiðslu hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Það liggur fyrir. Og auk þess verulega líkur á því að Bretarnir hefðu ekki dregið úr aðgerðum sínum á grundvelli hryðjuverkalagana eins og þeir hafa reyndar þegar gert þó að ekki hafi þeir látið af öllum aðgerðum sínum á grundvelli lagana, þar að segja ennþá eru eignir Landsbankans kyrrsettar í Bretlandi og þar til viðbótar má leiða líkum að því að á vettvangi samstarfsins evrópska efnahagssvæðið hefði verið látið reyna á það hvort að á grundvelli öryggishagsmuna hefði verið hægt að hindra eða stöðva eða þvælast fyrir með einhverjum hætti frjálsum viðskiptum okkar inn á svæðið. Allt eru þetta auðvitað atriði sem að þarf að taka með í reikninginn þegar menn að gera upp á milli þeirra valkosta sem við stóðum frammi fyrir í þessu máli. En þá hefur ekki verið neinu lokað og ég hef ekki heyrt í sjálfu sér
í umræðinni í dag mikla gagnrýni á hin sameiginlegu viðmið vegna þess að þau eru tiltölulega opin. Það er hægt að fella meira eða minna allt það sem nefnt hér í umræðinni í dag undir orðalagið í þessu sameiginlegu viðmiðum. Það er að segja að það verði tekið fullt tillit til þeirra efnahagslegu erfiðleika sem eru hér á landi og jafnframt að okkur verði gert kleift að endurreisa hér fjármálakerfið. Hugmyndir sem fram koma í umræðinni í dag að við þurfum að setja þak á mögulegar árlegar greiðslur okkar til endurgreiðslu á lánum sem taka þarf til þess að standa undir þessum skuldbindingum falla alveg undir þetta orðalag, rúmast alveg innan þessa orðalag sem er að finna í sameiginlegu viðmiðunum. Sama gildir það að vera með sérstaklega langan lánstíma eða reyna að koma inn samkomulagi í þessu sambandi mögulega endurskoðun á kerfinu. Og það er auðvitað alveg augljóst, bæði af því sem að kommissjónin hefur sagt nú þegar, það er að segja framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, þeir eru nú þegar komið með tillögur fram að breyta innstæðutryggingakerfinu í Evrópusambandinu, hækka tryggingarnar verulega, taka úr sambandi það sem maður getur kannski kallað ákveðna sjálfsábyrgð og að ná fram meiri einsleitni í kerfinu á öllu svæðinu. Það er líka komið fram mjög rík gagnrýni frá breska fjármálaráðherranum Alistair Darling, þar sem hann gagnrýnir það að bresk stjórnvöld og þar af leiðandi breski skattgreiðendur skulu þurfa að sitja uppi með kostnaðinn af því að tryggja innistæður vegna dótturfélaga erlendra banka sem starfa með dótturfélög í Bretlandi. Mikil óánægja með þetta og við skulum hafa það í huga í þessari umræðu að íslensku bankarnir voru ekki eingöngu að starfa í gegnum útibú á erlendu vettvangi. Sumir íslensku bankana sóttu innlán í gegnum dótturfélag. Hvað hefur gerst í tilfellum þessara dótturfélaga? Það hefur lent á innistæðutryggingasjóðum í Sviss, í Bretlandi, í Þýskalandi og víðar þar sem að íslensku bankarnir voru að starfa. Það hefur lent á ríkisstjórnunum í viðkomandi löndum að fjármagna innistæðutryggingasjóðuna til þess að þeir getur staðið undir endurgreiðslu lágmarkstryggingarinnar þar, og hún hefur ekkert alltaf verið 20.000 evrur, í sumum tilfellum miklu hærri upphæð. Þannig að þær ríkisstjórnir sem við höfum verið í viðræðum við, þær hafa verið að taka á sig gríðarlega mikla skuldbindingar og örugglega í einhverjum tilvikum skuldsett sig til þess að geta risið undir endurgreiðslum út af innistæðum til dótturfélaga íslensku bankana. Þetta held ég að menn þurfa að hafa í huga í þessari umræðu. Það er ekki verið að öllu leyti vegna þessa kerfis að velta vandanum hingað heim. Nú, þegar að heildarmyndin er skoðuð, þá tel ég að það sé ekki hægt að komast að annarri niðurstöðu en að það hafi verið vel haldið á íslenskum hagsmunum í þessu máli. Það hefur verið sannarlega í mörg horn að líta, það hefur verið úr mjög vöndu að ráða, það hafa verið teknir hagsmunir og þeim hefur verið þvælt saman. Auðvitað erum við ósátt við það og við höfum kvartað undan því opinberlega, og það er auðvitað að mínu áliti til minnkunar fyrir starfsemi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að lánsbeiðni okkar þar skyldi hálfpartinn hafa verið tekin í gíslingu vegna óskyldra mála. Það finnst mér vera til minnkunar fyrir sjóðinn og það sem hann stendur fyrir, og ekki síst á það við vegna þess ástand sem hér ríkti, og það var til mikils tjóns fyrir okkur að máli skyldi dragast svo vikum skipti vegna þessa. Ég held að það sé augljóst að í framtíðinni þá mun Evrópusambandið ekki bara vegna þeirra tillagna sem nú þegar eru komnar fram, heldur vegna þess augljósa galla sem er á innistæðutryggingakerfinu, taka það til gagngerrar endurskoðunar. Þess vegna er það skynsamlegt fyrir okkur að halda öllum fyrirvörum varðandi réttarstöðu okkar þegar að til slíkrar endurskoðunar kemur í framtíðinni.
eina vitræna leiðin fyrir Evrópusambandið og þar með allt evrópska efnahagssvæðið að tengja innstæðutryggingasjóðina saman, vegna þess að þegar það hefur verið gert þá er fall 3-4 banka, þó að þeir séu allir í sama landinu, ekkert vandamál fyrir kerfið í heild sinni. Þetta er 500 milljóna svæði sem getur vel greitt úr slíku, en einstök ríki þau geta ekki risið undir hruni bankakerfisins.